Jóhannesar Guðspjall, 8. kafli. En Jesús fór til Olíufjallsins. Snemma morguns kom hann aftur í helgidóminn og allt fólki kom til hans, en hann settist og tók að kenna því. Fariseer og fræðimenn koma með konu staðna að hórdómi. Létu hana standa mitt á meðal þeirra og sagðu við Jesú: Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að drýja hór. Móse bauð okkur í lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann, svo þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrinum á jörðina. Og þegar þeir heldu áfram að spyrja hann, rétt hann sig upp og sagði við þá: Sá ykkar sem syndlaus kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt, einn af öðrum. Öldungarnir fyrstir. Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana: Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldið enginn þig. En hún sagði: Enginn, drottinn. Jesús mælti: Ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú, syndga ekki framar. Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði: Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þá sögðu farisear við hann: Þú vitnar sjálfan þig. Vitnisburður þinn ekki gildur. Jesús svaraði þeim: Enda þótt ég vitna sjálfa mig, vitnisburður minn gildur, því ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer, en þér vitið ekki hvaðan ég kem, né hvert ég fer. Þér dæmið að hætti manna, ég dæmi engan. En ef ég dæmi, dómur minn réttur, því ég ekki einn. Með mér Faðirinn sem sendi mig. Og í lögmáli yðar ritað að vitnisburður tveggja manna sé gildur. Ég sá sem vitna sjálfan mig, og Faðirinn sem sendi mig vitnar mig. Þeir sögðu við hann: Hvar faðir þinn? Jesús svaraði: Hvorki þekkið þér mig, né föður minn. Ef þér þekktu mig, þá þekktu þér líka föður minn. Þessi orð mælti Jesús hjá fjárhirslunni þegar hann var að kenna í helgidóminum. Enginn lagði hendur á hann, því stundans var enn ekki komin. En sagði Jesús við þá: Ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðar. Þangað sem ég fer, getið þér ekki komist. Nú sagði fólkið: Mun hann ætla fyrirfara sér, fyrst hann segir: Þangað sem ég fer, getið þér ekki komist. En hann sagði við það: Þér neðan að, ég ofan af. Þér að þessum heimi, ég ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér myndu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég munu þér deyja í syndum yðar. Fólki spurði hann þá: Hver ert þú? Jesús svaraði því:
Sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Margt hef ég með yður að tala og fyrir margt að dæma. En sá sem sendi mig sannorður og það sem ég heyrði hjá honum, það tala ég til heimsins. Fólki skildi ekki að hann var að tala við þá föðurinn. Því sagði Jesús: þegar þér hefjið upp mannssoninn, munu þér skilja að ég sá sem ég og að ég geri ekkert einn og sér, heldur tala ég það eitt sem Faðirinn hefur kennt mér. Og sá sem sendi mig með mér. Hann hefur ekki látið mig einan, því ég geri ætíð það sem honum þóknast. Þegar hann mælti þetta, fóru margir að trúa á hann. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið hafðu trú á hann: ef þér farið eftir því sem ég segi, þér sannir lærisveina mínir og munu þekkja sannleikan, og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Fólkið svaraði honum: við erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú þá sagt: þið munu verða frjálsir? Jesús svaraði þeim: sannlega, sannlega segi ég yður, hver sem drýgir synd þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki aldur á heimilinu, sonurinn dvelst þar aldur og ævi. Ef sonurinn frelsar yður, munu þér sannarlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abrahams. Þó leitist þér við að lífláta mig, því að orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum, og þér gerið það sem þér hafið heyrt hjá föður yðar. Menn svöruðu honum: Faðir okkar Abraham. Jesús svaraði þeim: ef þér væru niðjar Abrahams, myndu þér vinna verk Abrahams. En nú leitist þér við að lífláta mig, mann sem hefur sagt þau sannleikan, sem ég heyrði frá Guði. Slíkt gerði Abraham aldrei. Þér vinni verk föður yðar. Menn sögðu við hann: við erum ekki hórgetnir. Einn föður eigum við, Guð. Jesús svaraði: ef Guð væri faðir yðar, myndu þér elska mig, því að frá Guði ég útgengin og komin. Ekki hef ég sendt mig sjálfur, það hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki mál mitt, að því þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulinn af föður og viljið gera það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikan, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því að hann lygari og lyginnar faðir. En að því ég segi sannleikan, trúiði mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúiði mér ekki? Sá sem af Guði heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Þeir svöruðu honum: það ekki rétt sem við segjum, að þú sért samverji og hafir illan anda? Jesús ansaði: ekki hef ég illan anda. Ég heiðra föður minn, en þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðurs. Sá til sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu við hann: nú vitum við að þú hefur illan anda.
Abraham dó og spámennirnir, og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei eilífu deyja. Ert þú meiri en faðir okkar Abraham? Hann dó og spámennirnir dóu. Hver þykist þú vera? Jesús svaraði: Ef ég vegsama sjálfa mig, vegsend mín engin. Faðir minn sá sem vegsamar mig, hann sem þér segið vera Guð yðar, og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segðist ekki þekkja hann, væri ég lygari eins og þér. En ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn, og hann sá hann og gladdist. Þá sögðu þeir við hann: Þú ert ekki enn orðinn 50 og hefur séð Abraham. Jesús svaraði: Sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist ég. Þá tóku menn upp steina til að grýta Jesú, en hann duldist og hvarf úr helgidóminum. Jóhannesar Guðspjall, 9. kafli. Á leið sinni sá Jesús mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu: Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði: Hvorki það af því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Okkur ber að vinna verk þess sendi mig meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég í heiminum ég ljós heimsins. Að svo mæltu skyrti hann á jörðina, gerði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann: Farðu og þvoðu þér í lauginni Sílóam. Sílóam þýðir sendur. Hann fór og þvoði sér og kom aftur sjáandi. Nágrannar hans og þeir sem höfðu áður séð hann ölmusumann sögðu þá: Þetta ekki sá setið hefur og beðið sér ölmusu? Sumir sögðu: Sá maðurinn. En aðrir sögðu: Nei, en líkur hann honum. Sjálfur sagði hann: Ég sá. Þá sögðu þeir við hann: Hvernig fékkst þú sjónina? Hann svaraði: Maður að nafni Jesús gerði leðju og smurði á augu mín og sagði mér að fara til Sílóam og þvo mér. Ég fór og fékk sjónina þegar ég var búin að þvo mér. Þeir sögðu við hann: Hvar hann? Hann svaraði: Það veit ég ekki. Þeir fara til faríseana með manninn sem áður var blindur. En þá var hvíldardagur, þegar Jesús bjó til leðjuna og opnaði augu hans. Farísearnir spurðu hann nú líka hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim: Hann lagði leðju á augu mín. Ég þvoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir farísear: Þessi maður ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Aðrir sögðu: Hvernig getur syndugur maður gert þvílík tákn? Og ágreiningur var með þeim. Þá segja þeir aftur við þeim blinda: Hvað segir þú hann, fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði: Hann
spámaður. Farisearnir trúðu því ekki að hann hefði verið blindur og fengið sjón fyrir að þeim kölluð á foreldrans og spurðu þá: Er þetta sonur ykkar sem þið segið að hafi fæðist blindur? Hvernig er hann þá orðinn sjáandi? Foreldrar hans svöruðu: Við vitum að þessi maður er sonur okkar og að hann fæddist blindur. En við vitum hvorki hvernig hann er nú orðinn sjáandi, né hver læknaði hann. Spyrjið hann sjálfan. Hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þetta sögðu foreldrar hans af ótta við ráðamenn gyðinga, því að þeir höfðu þegar samþykkt að sá skyldi samkundurækur sem játaði að Jesús væri Kristur. Vegna þessa sögðu foreldrar hans: Hann hefur aldur til, spyrjið hann sjálfan. Nú kölluðu þeir í annað sinn á manninn sem blindur hafði verið og sögðu við hann: Gef þú Guði dýrðina, við vitum að þessi maður er syndari. Hann svaraði: Ekki veit ég hvort hann er syndari, en eitt veit ég, að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þá sögðu þeir við hann: Hvað gerði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Hann svaraði þeim: Ég er búinn að segja ykkur það og þið hlustuðuð ekki á það. Hví viljið þið heyra það aftur? Viljið þið líka verða lærisveinar hans? Þeir athyrtu hann og sögðu: Þú ert lærisvein hans, við erum lærisveinar Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse, en við vitum ekki hvaðan þessi maður er. Maðurinn svaraði þeim: Þetta er furðulegt að þið vitið ekki hvaðan hann er og þó opnaði hann augu mín. Við vitum að Guð heyrir ekki bænir syndara. Hann bænheyrir hvern þann sem er guðrækinn og fer að Guðs vilja. Frá aldaöðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi gert þann sjáandi sem blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gert. Þeir svöruðu honum: Þú ert syndum vafinn frá fæðingu og ætlar að kenna okkur. Og þeir ráku hann út. Jesús heyrði að þeir hefur rekið hann út. Hann fann hann og sagði við hann: Trúir þú á mannssoninn? Hinn svaraði: Herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Jesús sagði við hann: Þú hefur séð hann. Hann er sá sem er nú að tala við þig. En hann sagði: Ég trúi, Drottinn, og féll fram fyrir honum. Jesús sagði: Til dóms er ég komin í þennan heim, til þess að blindir sjái og sjáandi verði blindir. Þetta heyrðu þeir farisear sem með honum voru og spurðu: Erum við þá líka blindir? Jesús sagði við þá: Ef þið væru blindir, væri þið án sakar. En nú segist þið vera sjáandi, því varir sök ykkar. Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabyrgið, heldur fer yfir annar staðar, hann er þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar er hirðir sauðana.
Dyravörðurinn lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra röst hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því þeir þekkja röst hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum, því þeir þekkja ekki röst ókunnugra. Þessa líkingu sagði Jesús þeim, en menn skildu ekki hvað það þýddi sem hann var að tala við þá. Því sagði Jesús aftur: Sannlega, sannlega segi ég yður, ég er dyr sauðanna. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjófar og ræningjar, enda hlýddu sauðirnir þeim ekki. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fyllstu gnægð. Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Sá sem er leigður og hvorki er hirðir né á sauðina, hann flýr og yfirgefur sauðina þegar hann sér úlfinn koma og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. Enda gætir hann sauðana aðeins fyrir borgun og er ekkert and þá. Ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Faðirinn elskar mig af því ég legg líf mitt í sölurnar til þess ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér. Ég legg það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Þetta hefur faðir minn boðið mér. Þessi orð urðu til þess að aftur kom upp ágreiningur með mönnum Jesú. Margir sögðu: hann hefur illan anda og er genginn af vitinu. Hvað eru þið að hlusta á hann? Aðrir sögðu: þessi orð mælir enginn sá sem hefur illan anda. Mundi illur andi geta gefið blindum sýn? Nú var vígsluhátíðin í Jerúsalem og komin vetur. Jesús gekk í súlnagöngum Salómons í helgidóminum. Þá söfnuðust menn hann og sögðu: hve lengi lætur þú okkur í óvissu? Ef þú ert Kristur, þá segðu okkur það berum orðum. Jesús svaraði þeim: ég hef sagt ykkur það, en þér trúið ekki. Verkin sem ég geri í nafni föður míns vitna mig, en þér trúið ekki, því að þér eruð ekki úr hópi sauða minna. Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skuli aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meiri en allir og enginn
getur slitið þá úr hendi föðurins. Ég og faðirinn erum eitt. Menn tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti: Ég hef sýnt þér mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka viljið þér grýta mig? Þeir svöruðu honum: Við grýtum þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast. Þú gerir sjálfan þig að Guði, þótt þú sért aðeins maður. Jesús svaraði þeim: Er ekki skrifað í lögmáli yðar: Ég hef sagt, þér eruð guðir, og ritningin verður ekki felld úr gildi. Ef lögmálið nefnir þá Guði sem Guðs orð kom til, segið þér þá við mig, sem faðirinn helgaði og sendi í heiminn, að ég guðlasti af því ég sagði: Ég er sonur Guðs. Ef ég vinn ekki verk föður míns, skuluð þér ekki trúa mér. En ef ég vinn þau, þá trúið verkunum, þótt þér trúi mér ekki, svo að þér skiljið og vitið að faðirinn er í mér og ég í föðurnum. Nú reyndi þeir aftur að grípa hann, en hann gekk úr greipum þeirra. Jesús fór aftur burt yfir Jórdan, þangað sem Jóhannes hafði fyrrum verið að skýra, og var þar kyrrt. Margir komu til hans og sögðu: Víst gerði Jóhannes ekkert tákn, en allt er það satt sem hann sagði þennan mann. Og þarna tóku margir trú á hann.